Sælir. Hvað segir kallinn? Ég bara góður, en þú? Góður bara. Ekki? Já. Þreyttur. Ertu þreyttur? Ég mjög þreyttur. Já, Huginn talaði við mig þegar þú átt barn. Já. Hvernig gengur keto? Það gengur bara vel. Heyrðu. Nei. Þú bara gengur vel í ketónu? Sko, það fer eftir því hvernig þú spyrir. Ég spyrti þig bara. Þá nei, það gengur ekki það vel. Nei. Ég sem sagt, Björgvin vakti mikið í nótt. Ég sé fram á vaktaskiptum helgina sem að sem sagt, ég vaki á nóttunni og er með Björgvin og sef á daginn og á meðan Sara með Björgvin. Og það er ekki fræðilegu möguleiki að ég sé til í það mission nema að ég sé, þú veist, ef ég er bara að fasta og keto, sko. Þá bara gengi ég út, sko. Ég er bara farin til Thailands. Það er bara þannig. Bara fyrsta flugvél, annað fara í mig. Já, og hvað, verður pönnupizza? Ég veit ekki, það er nú heldur líklegt, sko. Já. Sturglega bara klukkan 12 í kvöld eða eitthvað. Í kvöld? Já, það byrjar bara núna? Nei, bara þú veist, ég fæ mér eitthvað juicy, skilur, að þanga til og svo er það sendt heim, skilur, og þá svona vil ég nýta mér að ég sé ekki búinn með þann pakka. Það er ekkert mikið annað sendt heim klukkan 12, sko. Nei. En þú, hvernig gengur það þér? Ekki bara veisla? Jú, veisla er svona orð sem maður myndi nota yfir eitthvað sem gaman og... Já, þú veist, það er gaman, en þú veist, svona þess að í dag er ég þreyttur að því og bara eitthvað svona mikið að gera og næ ekki að fá mér, þess að áðan fekk ég mér Serrano. Já. Sem er alltaf lægi. Það er, þú veist, ég má svindla eitthvað eins og 2 vegna fresti. Glata svindl, sko. Já, var þetta svindlið þitt? Ég veit það ekki. Nei, ástæðan fyrir ég var svona lengi á þann var út og ég var að reyna að finna í mailinu. Já. Það hann skrifaði inn einhvers staðar einhvern ákveðin Serrano sem ég má fá mér. Já. Eða má fá mér, skilur. Og hann segir hvað, eru margar kaloríur í því. Já. Fann það ekki. Þannig ég fekk mér bara eitthvað. Ég það bara að fara heim á eftir og átta mig á hvort ég að vera að svindla ekki. Já, við sem sagt vorum að fara að taka fund 3, ég, Huginn og Arnar og við vorum sem sagt mættir, klukkan var 4 mínútur yfir eða eitthvað og ég hringi Huginn. Ég segi, Sælir, hvað ertu? Hann ég er bara einn í lúgunni. Ég er að koma, ég er bara í lúgu að fá mér að borða og svo kem ég. Ég já, ok, við bíðum bara inn í fundarherbergið þangað til. Já, þú veist, ég er náttúrulega á æfingum alltaf í Mosó. Það er að keyra í Mosó og svo þegar ég að keyra heim og fyrir sturtu. Og svo þegar ég að keyra hingað og ég bara, þú veist, já, ég bara svona fór tíminn, sko. Þannig líður tíminn, sko. Já, en við kannski færum, ég meina, við erum our own bosses hérna, við getum alveg fært tíma sem við tökum með podcast, mér er alveg saman hvort við byrjum klukkan 13:30 eða 2. Já, ok, ég held að þú værir svo fastur að þessu, þess vegna var ég alltaf að segja já við hádegisfundum og eitthvað. Þegar ég hef ekki tíma fyrir eftir hádegi. Bara reyna að láta það virka. Mér er skít fucking slett saman, sko. Já, reyndar. En það hattar fjölskylduna hérna. Jæja, Hjabbi K. Já. Hann var í fréttunum í vikunni. Já, einmitt. Hann var ég einmitt hlustaði á hana þátt og Tókst þú eftir, ok, fræddu mig. Já. Hvað snýst málið? Málið snýst þess að hann var hann er sponsaður af ónefndu nikotínpúðafyrirtæki. Ok. Og kemur með auglýsingu inn og segir að nýjustu kannanir sýna aðeins 40% af grunnskólakrökkum taki vöruna og þeir allir svo sannlega bætu því. Og eitthvað svona, hann hefur gert þetta áður. Já. Og en það var, ég man ekki hvort það hafi alltaf verið brjálað þá en já, það var allt brjálað. Ég man alveg þegar hann var að segja þetta var ég bara shit, það eru ekkert allir sem taka vel í þetta. Já, þú skynjaðir alveg, Ég skynjaði alveg, já, þetta er bara eins og að vera, já, bara eins og, já, ég skynjaði alveg að þetta er ekki, Þetta er ekki, þú veist, þetta flaug ekki bara fram með þér, þú svona úff. Nei, ég var ekkert eitthvað úff, en ég var bara svona, þú veist, já, að þóra þessu, skilur. Einmitt. Og út af, þú veist, þetta er, já, mér finnst þetta ekki svona að vera, þetta er náttúrulega grín, en svo voru margir sem voru að segja að, þú veist, grínið, að sé sett upp í gríni til að auglýsa meir, eitthvað svona, eitthvað samsæriskenningar, eða að þeir vissi alveg hvað þeir voru að gera. Já. En ég veit ekkert, sko. Þetta fór ekkert fyrir brjóstið á mér, sko. En ég bara hlustaði á þetta og ég var bara,
Áttaði mig á að gæti eitthvað fólk orðið pirrað, sko. Sko, þeir þurfa að auglýsa þetta. Já. Sko, hérna mitt take á þessu. Já. Þeir eru með kostanda. Já. Þeir þurfa að auglýsa þessa vöru. Já. Þeir þurfa að gera það á sem skemmtilegastan hátt. Já. Hvað skemmtilegra heldur en að búa til eitthvað grín. Já. Og já, mér finnst bara, þú veist... Svo fóru þeir út í að ráðleggja, þú veist, byrjendum, hvað var best að byrja í og eitthvað svona. Mér varst alveg fyndið, skilur. Það alveg fyndið, skilur. Þetta fyndið. En það bara ekki fyndið að þetta Hjörvar Hafliða á Dr. Fútbol. Já. Skilur. Þetta væri fyndið ef þetta væri Willi Netto í podcastinu sinu. Skæmina. Það ekki sama hver gerir grínu. Já, en samt, þú veist, ég veit ekki. Ég ekki að segja að það sé mín skoðun, en það bara, þú veist, þetta klassíska, skilur, það ekki sama hver segir brandarann. Já. Þú veist, að því að sumir... En þetta samt einhvern veginn, þú veist, að það voru svona íþróttafræðingar, skilur, að segja bara ég nota alla mína daga í að tala við íþróttafólkum og kynna úlingum að taka ekki vöruna og svo koma þessi gaurar og eyðileggja alla mína vinnu, skilur. Út af þú veist, já. Já, en náttúrulega Hjörvar Hafliða ekki næringarfræðingur og grínisti, sko. Já. Þú pirraður, ég sé það. Nei, ég ekki pirraður. Jú, ég sé það. Ég bara, þú veist... Ég sé það á vörunum að þér. Nei, mér finnst það bara... Þú veist, mér finnst ekki vera hægt að bera saman lífsbrauð einhvers næringarfræðings sem að fara með forvarnir í skóla og einhver, þú veist, komedian í podcasti. Nei, en það heldur ekki verið að gera það. Það er bara að tala að hann hefði ekki þurft að fara að mæla með að grunnskólakrakkar myndi taka þetta. Hann hefði bara getað sagt bara þeir sem að byrja yfir 18, skilur. Já, en það ekki fyndið. Það ekki brandarinn. Brandarinn að... Þetta náttúrulega ekki grín podcast, sko. En þetta ekki samt, þú veist, flokkað í comedy, eða er þetta flokkað kannski í sports? Ég held það. Ok, þar leikur línunum, finnst mér. Þú veist, ef þetta íþróttamiðill. Já, þetta það, þú veist, þeir eru bara að tala fótbolta, skilur. Já, en þeir ekki samt, já, ég hef aldrei heyrt þáttinn, þannig að ég ætla ekki að tjá mig ómikið það. En fyrir mér Hjörvar Hafliða skemmtikraftur. Já. En ég líka, þú veist, ástæðan fyrir ég var að tala þetta er að þú veist, þegar ég var í grunnskóla að það skipti engum máli hvað einhver annar var að segja. Veist, ef að Young Thug hefði verið að taka í vöruna, þá hefði ég ekkert verið líklega til að taka í vöruna. Þannig að mér finnst líka bara að fólk vera smá að vannmeta, þú veist, hversu góður úlingar að taka ákvarðanir. Já, og bara hversu góður að taka ákvarðanir fyrir sjálfa sig, skilur. Í staðin fyrir að, þú veist, þetta ekki alltaf bara þessi bíómyndunum, sko. Nei, líka bara, þú veist, árið 2021. Já. Það vita allir að nikotín fíkniefni, skilur við. Það bara ávanabindandi og ekki gott fyrir þig. Veist, ef þú veist það ekki þegar þú ert 16 ára, þá kannski ekki Dr. Fútbol það sem þarf að skoða í þínu lífi. Nei. Sko ég meina? Ég sammála, þetta líka, mér finnst þetta svipa dæmi og þegar þú veist, það alltaf verið að kenna, þú veist, röppurum dópneyslu og svona, skilur. Hvað þið stansið því? Það svolítið... En þetta kannski ekki alveg eins, þetta eins og Hjörvar Hafliða væri alltaf bara í vídjánum að setja í sér lummu, eða skilur hvað við? Já, sko, mér finnst að því að nikotín það er bara frægasta fíkniefni í heiminum. Þú veist, alkohól. Já, og alkohól. Þú veist, þetta er bara sígarettur og áfengi, skilur. Það er ekki alveg hægt að bera, það er hægt að bera saman við ef rapparar væru að, þú veist, tala bara alltaf áfengi. Þú veist, þá finnst mér þetta eins, en eins og, þú veist, þegar rapparar að tala einhver lyf, sem að kannski... En weed. Já, einmitt. En ég held að menna sé ekkert að byrja að reykja weed út af rappurum, eða hvað? Nei, þú veist, það var alveg spennandi fyrir mér. Já. Ég tek allt sem ég hef sett tilbaka. Já, þetta pæling. Ég veit ekki, mér finnst þetta persónulega ekki, þú veist, mér finnst ekki hægt að bera saman grín podcastið Dr. Fútbol við forvarnafræðslu í hangur og næringarfræðingi, sko. Nei, en þú fattar samt pointið þess, eða ekki, að einhvern veginn vera að preacha alltaf bara og reyna, þú veist, alltaf með einhverja fyrirlestra í grunnskólum, bara ekki taka í vörun, og svo er einhverju gaurar sem að þeim finnst töff að svona segja þetta í gríni, sem tekur svona alvarleikan af þessu. Já, en þetta er bara svo augljóslega satýra. Já.
þú veist, svo augljóslega, þú veist, þeir fara það að því að ef að þeir hefði verið að ráðleggja í alvörunni krökkum sem eru 18 ára, hvernig á að taka í vöruna og hvað best að byrja á okkar, en í alvörunni, skilur bara, ef þú ert 18 ára þá mælum við þessu, það væri annað, finnst mér, en að því að segja bara til grunnskólakrakka, það svo augljóslega djók, skilur. Ég tók sér líka þannig, og líka að mér minnir að þeir hafi sagt aður, og það var sem þetta bara að fyndi, skilur, en mér finnst þetta samt svona, eða skilur bara svona, þetta gefur við svo mikið leyfi á gagnrýni, sko. Já, bara gagnrýni velkomin. Og ég gagnrýna. Það allt að vera vitlaust. Það hit í þér, sko, ég sé það. Finnst þér? Ég svaf lítið í nótt. Já, ég sá það þegar þú varst að tala að hann, ég sé það alltaf á vörunum að þér, sko, þegar þú meinar eitthvað. Aha, ég held að vera að segja, ég sé það á vörunum af því að ég með í vörunni og að standa með þeim sem Nei, já, líka það, það hefur verið gott. Nei, ég sé alltaf þú svona, varðin að vera svona oddkvassari. Aha. Já, það vera svona aðeins. Eins og gæinn sem líki hérna, hvað heit hún aftur hérna, Master of Disguise? Já, varstu að drenni? Nei. Þú verður svona... Ok, já, þetta kjörið tækifæri fyrir þá sem er hlust á Spotify eða podcast-appinu að kíkja á YouTube og sjá hvernig huginn að leika mig. Já, og þú getur spólið tilbaka og séð hann þegar hann var svona. Er ég svona? Nei, ég sé bara að þú svona, og þegar þú meinir eitthvað og segir eitthvað, þá ertu svona með, setur þér varðna svona smá einhvern veginn á tönnina. Ég skal sýna þér þetta á YouTube. Það er kækur sem ég vissi ekki ég hefði. Ég sýna þér þetta á YouTube. Nei, þetta bara að, ég held að ég sé líka með svona, ef það hitnar á mér, skilur, að þú veist, þá verður munnsveiflur minn öðruvísi. Það fer ekkert á milli mála ef að huginn er pirraður. Það bara þrumuski yfir. Það bara ekki séns fyrir þig að leyna þig. Nei, en það líka máli. Ég get ekki, þú veist, ég þorði að tala við þig náður en þú fyrstir að borða, sko. Já, ég veit það. Ég var, en það líka máli að mér finnst það kostur og ofkostur. Já. Að ef ég ekki í góðu skapi, þá get ég ekki falið það. Þá ég bara ekki í góðu skapi. Og, já, þannig ef þú hittir mig og ég glaður, þá ég glaður. Bara í hefi stemmingu. Já, en ef ég ekki, þá ég oftast bara... Það svolítið erfitt fyrir tónlistamenn. Það svolítið erfitt fyrir tónlistamenn. Og fyrir okkur eins og podcast, skilur. Þú veist, ég var ekkert í alltaf góðu stuði, ég hefði alveg verið til að gera þetta seinna. Já, sama hér. En leiðum maður dettur í gang, þá þetta stemming og gaman. Gleymir maður þessu, skilur. Og líka bara, eins og ég sagði, ég þurfti að borða, sko. Já. Ég þurfti að tjá mig. Þú þurfti að tjá þig. Og fá mér í vöruna. Það bara þannig. Mæli með. Ekki bara komið tími að hinu klassíska? Jæja, elsku vinnur. Heyrðu, ég ekki frá því að ég byrjaði síðast. Ok. Heyrðu, eigum við svona að ræða aðeins hérna Humu Humu Numu Numu Aqua. Já, það var vitlaust. Það var vitlaust, en ég hefði samt gefið þér rétt fyrir það. Það sko, tæknilega séð, það Humu Humu Nugu Nugu Aqua. Fylkisfiskur Hawaii. Systir þín vissi hvað það var. Ég ætla að spila hljóðbrot sem systir mín sendi til mín. Ok, ég til í það. Ég nefnilega, þú sagði mér að systir þín hefði sendið eitthvað. Og ég mjög spennt. Humu humu nuku nuku apua a maka ili mana ili hu. Humu humu nuku nuku apua a Lélegur High School Musical fan. Ég vissi svarið. Hún róstaði þig. Já, enda hún ættlit. Heyrðu, gerðu svo vel. Já, við verðum eiginlega líka, ég vil líka segja ánum byrjum. Að sögurnar af mér úr æsku síðast. Já. Við tókum upp myndband, þeir hringdi mamma og pappa og spurðu þau hvort ég mætti eftir að við tókum þáttir, já. Og við verðum vel að setja á Instagram. Já, við þurfum að gera það. Bara þegar þátturinn kemur út. Já, það mjög fyndið. Finnið okkur þar, félagsmiðstöðin. Félagsmiðstöðin? Heyrðu, bílar. Ok. Ég fíla bíla. Já, þú hefur fílað það núna í 4 ár. Í þessi 3 ára eitthvað sem ég búin að mjög próf. En hvena var bílinn fundinu? Svona the classical 4 dekk og með vél. Þessi sem að, sko, ég veit að það var Henry Ford sem að fann hann upp. Er það ekki rétt hjá mér? Jæ. Ok. Þú veist það var einhver eins og hann? Nei, það var fyrsti fjöldaframleiðandi bílinn, var Henry Ford. Ford Motors. Ok, það var ekki Henry Ford. Ég ætla að segja þá 1800... Rétt. Og 86. Ertu að fokast? Nei. Það er rétt. Nei. Þú ert að grínast. Nei, ertu ekki grínast. Það er 1886. 1886.
Ég sverða. Þú googlaðir þetta. Nei, ég sverða. Ég vissi þetta ekki. 1886, það var Benz. Aha. Og þeir seldu 25, þannig frá 1889 til 93. Ok, nei, ég vissi sko nefnilega að Henry Ford, það hafði verið skilur 1910 eða eitthvað. Þannig að ég var svona að hérna, já, Gaur, ert að herðu, við erum up to a good start hérna í dag, sko. Herðu. Tjúvillir í sáttir, ok. Númer 1 hjá mér. Já. Nú sem sagt allt að verða vitlaust í Bandaríkjunum. Já. Eins og allir vita. Og sumir að spá að það verði að vera borgarastyrjöld. Já. Vonum ekki. Vonum að þetta gangi bara hægt fyrir sig þessar, hérna, allt þetta dæmi. En hver var forseti Bandaríkjanna í borgarastyrjöldinni? Það er núna sem sagt hingað til hefur bara verið ein borgarastyrjöld í Bandaríkjunum. Já. Hver var forseti Bandaríkjanna í borgarastyrjöldinni? Ég veit ekki hvernig hún var, sko. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig hún var heldur. Já. Ég ætla að giska á, John F. Kennedy. Úps. Þetta var ekki spótaðeg. En það er ekki rétt. Hver er það? Það var Abraham Lincoln. Já. Það var hérna út af Langt síðan þá. þrælahaldinu. Það var aðalega út af því, held ég að þessi borgarastyrjöld hafi verið. Já, ok. Það var að afnema, ok, allavega. 1-0. Já. Þú veist, þessi er smá auðveld samt. Ok. Þú skaust að ná mig á þann. Ok. Hvort var fyrst á markað Sómi eða Jumbo? Mér finnst þú frekar auðveld að þú pælir í, sko. Já, sko, ég ætla að segja Sómi. Lokasvar. Já, lokasvar. Það er rétt. Yes. Sómi var 1978 en þeir eiga Jumbo. Já, ok, ég hef heyrt þetta. Það er legend. Já, svolítið skrítið að við verið að planta þessum fræjum í hausinn á mér. Nei, ég hef heyrt það annað hvor á hinn. Ég mundi ekki hvor. Ok. Já, minnst það pínur svo skrítið samt. Akkur þeir eru ekki bara með undir sama hatti. Af því að þú ert að gefa markaðanum the illusion of choice. Er þetta allt fucking spilling? Er þeir að matrið okkur með þessu í hausinu? Já, ég held að það sé þannig, sko. Þú veist, það eru mörg svona stór vörumerki sem að eiga bara samkeppnisæðina líka. Spurning hvort að maður ætti að kæra þetta til samkeppnisnefndar. Hvað heitir það ekki? Ég man það ekki. Þeir hljóta vita af þessu. Já, samkeppnisnefndar. Heldur að heiti það? Samkeppnisnefnd EHF. Jöp. Já, kannski heitir það. Ég veit það ekki. Er það 2-0? Já, 2-0, já. Beyoncé. No, Knowles. Bianchi Knowles. Bianchi Knowles. Bianchi Knowles. Já. Hún er einn stærsta söngun í heiminum. Algjörlega. Hún byrjaði í, en það er eitt sem hún á sameiginlegt með Þórólfi. Og það er að hún líka á einum tímapunkti var í þríeyki. Og hvað heita það er? Hvað heitir þríeykið? Destiny's Child. Það er rétt. Já, ég ætla að vera að spyrja meðlimina. Nei, ég veit það ekki. Vel gert. Takk maður. Herru, ég var að horfa á myndbandudaginn Akon City. Já. Sem hann er að fara að stofna. Já. Og þar kom frekar sturla fakt í því. Ok. Hvað er faktið? Hvað er faktið? Hvað eru mörg prósent undir aldrinum 25 ára í Afríku? Undir 25 ára. Ég ætla að segja að það sé 8, 10 og 3%. Lokasvar? Já. Það er alltaf fokkið mikið. Já. 83%? Ég veit ekki, ég var bara að segja eitthvað. Það er 60%. Ok. Minnst það samt sturla. Já, það er mjög mikið. 60% undir 25 ára. Já, einmitt. Það er svakalegt. Þeir voru að tala um það út af því að Akon er að miða þess að borga á ungt fólk og svona nýtt líf og... Gaur, ég mun fara leið og það hún er tilbúin, þá mun ég fara til Akon City. Hún er inspired af Wakanda. Já. Og það verður eitthvað svona Black Panther stytta. Já. Og allar, hefur séð byggingarnar, teikningarnar. Já. Þetta er allt eins og svona afríska styttur. Einmitt. Og já, geðveikt. Og það verður bara Akon, þetta verður allt keyrt á sólasælum. Já, þetta er illa, sko. Illa. Ef þetta verður. Já. Ég vona það bara að það gerist. Veistu hvenær þetta á að opna? Nei, Í 2035 eða eitthvað, það er alveg. Já. Þetta er sérst í Senegal, heimalandinn hans, Akon. Heyrðu, veisla. Já, einn stærsti listamaður í heiminum í dag og undanfarin 10 ár er án vafa Drake, okkar maður. Já. En spurt er, hver uppgötvaði Drake? Og hvaða tónlistamæður uppgötvaði Drake? Það var vinur okkar Lil Wayne. Já, það er hárrétt hjá þér. Yes! Þetta er svo lélegt að vita alltaf bara eitthvað einhverja rappara og... Staðar er 22. Já. Ísöld, bíómyndunar.
eru góðar. En hvað eru margar ísaldarmyndir í fullri lengd? Ok. Það er allavega 3. Ég ætla að segja 4. Lokasvar. Þær eru 6. Það eru 6? Já, svo er búið að gera svo ógeðslega mikið af svona... Holiday special. Já, stuttmyndum og eitthvað, en það gildi ekki, en þú veist, það eru 23 ár það eitthvað. Einmitt. Það er svo Shrek og eitthvað. Já. Heyrðu, ok. Við erum reglulega með svona nefndu, þú veist, 4 eitthvað svona svoleiðis. Þannig að ég tók einu svoleiðis. Hvað nefndu 4 forsetisráðherra eða eitthvað? Nei, nefndu eina bók eftir Halldór Laxness, Nóbelsskáld okkar Íslendinga. Hann sem sagt hefur gefið út 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bækur. Ég hef lesað þær. Þú þarft bara að nefna eina af þessum 14 bókum. Ok. Þetta er bækur sem kom út... Halldór Laxness. Mitt. Dóri DNA, hann er Halldór Laxness líka. Hann er barnabarn hans. Já, má vera bókutur hann? Nei, af því hann er ekki eina Nóbelsskáld okkar Íslendinga. Hann sem fekk Nóbelsverðlaunin fyrir skrif sín. Já, hann var líka algjör snillingur. Já, á nefa. Þessar bækur hans voru breyttu lífið mínu, sko. En það ég næði þeim ekki alveg upp í hausu, sko. En þær voru, sko, bara, ég maður í æsku, sko. Voru þær bara hvar? Bara ekki í þínum höndum? Jú, það voru bara breyttu lífið mínu, sko, og ég ber mikla virðingu fyrir honum. Já. En það nöfnin einhvern veginn eru bara ekki alveg að þetta, sko. Ég ætla að giska á Svanahjartað. Svanshjartað. Það er ekki rétt. Er eitthvað sem ég mun vita, sem ég svona, Sko, Sjálfstætt fólk er svona alveg pop culture stór bók. Já. Salka Valka líka. Það er barn náttúrunnar, Undir helgahnúk, Vefarinn mikli frá Kasmír, Salka Valka, Sjálfstætt fólk, Heimsljós, Íslandsklukkan, Atómstöðin Gerpla og alls konar. Ég vil samt, sko, ég ætla ekki að taka ábyrgð á sig það sem ég var ekki í grunnskóla í Íslandi. Ég lærði ekki íslenska sögu. Mitt. Fyrir inn í 9. bekk. Já. Þannig að ég byrst afsökunar á þessu, Halldór. Halldór, gamli. Já. Tölvuleikir. Já. Þú spilar það. Ég spila saumatölvuleiki, já. En hver er mest seldi tölvuleikur alltaf tíma? Það er góð spurning. Er það Grand Theft Auto 5 eða? Er það lokasvar? Já. Nei! Númer 2 samt. Er það Grand Theft Auto 2? Nei, já, hann er númer 2. Er það Black Ops 1? Nei, það er Minecraft. Auðvitað. Já, vá, byrju, hver er Fortnite? Nei, hann náttúrulega er ekki, hann er frýr. Já. Já. Heyrðu, ég skulda þá eitt svona. En þá 22? Já. Og loka spurningar? Nei, ég er með 2 viðbútt. Já, ég byrjaði. Já, hver vann fyrsta Idolið? Íslenska? Já. Ég bjó erlendis og horfði þar leiðandi ekki á það, en ég veit að Kalli Bjarni vann einhvern tímann, hann ég ætla að segja hann. Er það lokasvar? Já. Það er rétt! Aha! Já. Yes! Það er eini sem við sagði unnið það. Heyrðu, þú ert komið 3. Já. Og... Þú verður hann á þessari. Ég heldur náður en ekki. Á þess að vera neikvæður. Ok. Hver bíómyndir? Já. Þú fílar þær? Horfir á þær? En hver er dýrasta mynd allra tíma? Í kostnaði? Budget? Já, ég ætla að segja Avatar, lokasvar. Það er lokasvar? Já. Það er ránt. Ha? Já. Það er Pirates of the Caribbean on Stranger Tides sem er með $378 million budget. Oh my god. Floppa hún ekki hefi? Jú, ég held það. En hún er $430 million í dag, sko. Með inflation. Oh my god. Byrju, on Stranger Tides, það var eitthvað bara númer 4 eða eitthvað. Allir var hættir. Vissur að Pirates of the Caribbean myndirnar eru byggðar, þú veist, það eru fyrsta myndin var búin til bara af því að það var Pirates of the Caribbean ride í Disney-garðinum. Það var bara eitthvað svona, einhver rússíbani sem var búin að vera bara í
15 árum, hendur mér hérna mynd bara sem byggð á þessum rússíbana. Geðvikt, það var örugglega fokkið mikið að gera í rússíbananum eftir þetta. Já, nefnilega. Hún númer 4. Hún númer 4, já. Einmitt. Hún hérna, floppaði, hún græddi alveg $1 billion. Já, ok. Hún er, 600 hún vel í plús, já. Einmitt, ok. Heyrðu, þá ennþá staðan 3-2, þú ert formulega búin að vinna. Yes. En geturðu rústað. Já. Þessi snýst svolítið að því að við vorum að tala að ég ekki lengur á keto. Já. Hvaða ár opnaði KFC á Íslandi? Þú veist, ég hef eiginlega ekki hugmynd, sko. Nei. Og þá var það bara að giska eins og ég gerði með ég náttúrulega eins og við höfum rætt á bjóði út á landi og ég smakkaði bara ekkert KFC bara fyrir en ég flutti aftur heim eða eitthvað. Já, það er náttúrulega ekki KFC í Danmörku. Né á Skagaströnd. það var eitt, en það var einhvers staðar lengst. Já. Og það er ekki á Skagaströnd, sko. Nei, ótrúlegt. ekki lengur. Nei, ekki lengur. Ég ætla að giska á 1992. Mér finnst ég að sé það tölvögst þar. Ok, það er það lóksvar? Nei. Ég ætla að giska á 2002. Er það lóksvar? Já. Það er ekki rétt. Hvað er það? Heyrðu, KFC opnaði í fyrsta skipti á Íslandi 9. október 1980. Aha. Það búið að vera í 40 ár á Íslandi. Sæt. Það er sturlað. Það er geðvikt. Það er bara örugglega bara 20 árum eftir að opna í Bandaríkjunum eða eitthvað. Held ég veit ekki hugmyndu það. Ég var líka bara að hugsa þetta eitthvað. Ég geti ímyndað mér að það var stofnað 1960 í Bandaríkjunum. 1965 kannski. En eins og ég segi, ég ekki hugmyndu það. Og mér var það ekkert það. Nei, ég ætla að tjekka aðeins samt. Ok. Bara sem til að fá... Founded, 1930. Ok. En það hét eitthvað annað, eitthvað Sanders Court and Café, ég held að það hefði bara verið svona Já. sölustæðar inn á öðrum stað. Vissir þú að Colonel Sanders, gæðin sem stofnaði KFC, Colonel er sem svona ofursti, það er bara rank í hernum. Hann var aldrei í hernum. Hann var bara sæmdur þessari stöðu af því að það var einhver yfirmaður í hernum sem að fannst kjúklingurinn svo fucking góður. Aha. Já, hann bara gauður, þú ert bara fucking colonel, sko. Það er geðvikt. Akkur er ekkert svona í Íslandi, það er ekkert eitthvað svona lávarður eða... Nei, ég veit. Það ætti að vera þannig, sko. Já, ég var að skoða hérna, ég séð það sem þú getur keypt svona fermetrar af landi í Skotlandi. Einmitt. Mér langar að kaupa henni bara til að vera lord, sko. Akkur er ekkert, það er ekkert eitthvað svona séra, eða séra? Séra er prestur. Já, það er þá. Já, það er. Ég held að það sé eina sem það er. Það er bara herra, séra og doktor, eða eitthvað. En hvernig verður herra? Það er ekki tónlist, eða? Herra? Já, Lord Disick í Kardashian fjölskyldunni. Hann var víst svona lord. Já, jörð. Já. Gaman aðeins. Takk fyrir klappið. Gaman að hafa ykkur hérna. Herðu, já. Við ætlum að fara í nýjan lið. Ég er svo spenntur að ég svitlaði mig. Sem heitir Nutty Professor. Já. Sem er eitthvað sem ég hef kallað átna á og til. Já. Í Call of Duty. Já, undanfarinn svona, já, kannski 1,5 ár. Já, þá kemur hann og þá segir ég að Nutty Professor sem hættur. Það er svona orðagrín og hann er netan. Já, ég er netan. Já. Og sá dagskalið gengur út á það að ég kem með eitthvað topic og átni á að útskýra fyrir ykkur hvernig það virkar. Já, af því að ég er professor. Já. Og spurningin er hvernig virkar rafmagn og hvernig fattaði mannfólkið upp á því? Rafmagn virkar í rauninni þannig að það er aragrúi rafeinda sem að sem sagt, þú tekur sem sagt, bláan vír og inn í þessum bláa vír er kopar, en þegar kopar kemst í snertingu við synþium þá verður sem sagt blossi og það myndast svona endalaus núningur og núningun heldur áfram og býr til svona endalausa þú veist, bara endalaust streymi af skiluru hreyfingu, út frá þessari hreyfingu inn í vírunum eða út í þessu þú veist, kopar og synþium
þá býr það til afl og það vita allir að það hægt að búa til, skilur, þessna geturðu farið á svona vísindasafn og hjólað til að kveikja ljósaperu, þú veist, að því að það er hreyfingin og þannig fáum við hita inn á heimilin okkar með því að nota, skilur, fossana, hreyfingin og fossunum. Þegar fólk uppgötaði þetta, þá var það Thomas Edison, en hann var átti kopar, hann var með gleru úr kopar. Sem var mikið notað á þeim tíma. En hann var svona uppfinningamaður og átti þá alls konar svona málma og var að vinna fyrir bandaríska ríkið sem hvað segir maður, hann var bara official uppfinningamaður í að finna upp kjaftæði. Var hann bara certified uppfinningamaður? Hann var official uppfinningamaður í að finna upp kjaftæði. Já, ok. og hann var að vinna með synþíum og alls konar svona málma sem að þeir bandaríkjumenn voru að flytja inn frá alls konar heimsálum og hann reyna að blanda þessu eitthvað saman og var basically að hann var að reyna að búa til gull úr þessum málmum, það var pointið að reyna að sjóða eitthvað saman til að búa til gull en hann leggur frá sér gleraugu sín á synþíum plattan og svo þegar hann nær aftur í gleraugun sín þá fær hann alltaf rafstraum og það er byrjunin á rafmagnsnotkun og út frá þessu fyrir hann að pæla ok, en ef ég einhvern veginn næja að binda þetta saman, þessa orku og nota hann í eitthvað, skilur og þannig var ljósaperan til. Er þetta rétt? Þetta var ekkert eðlilega sannfærandi, sko. Varstu bara að bulla? Þetta var bara eitthvað kjaftaði, sko. Þetta var ekkert eðlilega sannfærandi. Ég held ég bara, ég valdi eitthvað vitlaust, hann veit nákvæmlega hvað þetta er. Ég sagði bara eitthvað sem að, nei, ég er náttúrulega professor. Þetta var bara, þetta er staðfest rétt. Shit. Núna vitið þið hvernig rafmagn virkar og hvernig það var til. Hvernig það var til. Shit. Ok. Þetta var geðveikt, ég. Takk, maður. Þetta var gott performance, sko. Takk. Já. Ég lærði helling af þessu. Það ekki? Jú. Synþím, ég vissi ekki að það væri svona snið. Synþím, já. Það var mikið notað þarna á 17. öld. En ef að fara í samsæriskenningu? Já. Samsæriskenningar. Mér líður eins og þetta er eitthvað svona Línu Langsoklag. Já. Na. Þetta minnir mér smá Regínu myndina. Já, einmitt. Draumaland. Já, það er lettið þetta ekki Regnbogaland. Regnbogaland. Þetta það ekki? Draumaland, ég er bara síkast 2 lögum ykkur lönd. Regnbogaland. Regnbogaland. Ég man bara eftir einu lagi sem mynd, það var, hvað ætlaði að gera? Taka lamb og skera. Það var hann Benni sem að sagði það. Já, ok, geðvikt. Flott í honum. Samsæriskenningar. Já, þú ert meina í dag. Já, ég meina í dag. Og það er að einn frægasta of all time. Það er Walt Disney, stofnandi Disney. Já. Og uppfinningamaður sem fann upp Mikka Mús og Andri Sönd og Guffa Grín sem heitir hann ekki Walterium Disney? Jú, Walterium Disneysium. Disneysium, já. Disneyson. Walter Disneyson. Að hann hafi verið lett geggjaður á því og látið frista sig þegar hann dó. Já. Vissið þú það? Ég hafði heyrt það. Já, og ég var eitthvað að lesa eitthvað þetta bara helgina. Þess að þú nefndir þetta, þá var ég bara Einmitt. Þú hefur heyrt af þessu. Þetta er alveg svona frekar margir hafa heyrt af þessu. Einmitt. Ok. Og það er einhverja kenningar um að hann sé skiluru grafinn í ís, þú veist, í einhverju leyniherbyggi undir Disneylandi og eitthvað svona. Já. Er það ekki lett geðviki það? Það er lett geðviki, hann var líka alveg fucking snar geðvikur, sko. Já, ok. Ég þekki hann alltaf ekki persónulega, en þetta er það sem maður hefur heyrt. Þú þekkir fólk sem þekkir hann? Ég hef lesið þetta í einhverjum kommentum á YouTube. He's crazy. He's a fucking crazy man. Og það fólk var alltaf að googla þetta, skilur. Já. Þú veist, Disney, on Ice og eitthvað þannig. Þannig að Disney bjóð til sýningu, danssýningu á skautasvelli
sem að ferðast milli Bandaríkin. Þetta bara svona sirkus. Það sem að Mickey Mouse og þetta fólki í búningunum, skilurðu, sem í garðinum. Það svona, listdanssýning og söngleikur og eitthvað sem á Skautasvelli. Sem heitir Disney on Ice. Þannig að þegar þú googlar Disney on Ice, þá kemur það bara upp. Já. En fólk held áfram að googla Disney Frozen. Þannig að Disney bjóð til bíómynd sem heitir Frozen. Þannig að þegar þú googlar Disney Frozen, þá kemur bara svo myndu upp. What? Það hella. Ég hef satt eitt komment, sko, einhver að googla, eða þú ert að reyna að finna þetta út, ert að googla Disney on Ice? Fólk náttúrulega talaði öðruvísi in the 90s, sko. Já. Is Disney on Ice? Já, nákvæmlega. Já. Ég fatt að það ekki. En nú náttúrulega fólk kann að googla í dag, skilur, og maður ekkert eitthvað Disney on Ice, eða skilur, svo maður googla bara eitt orð og annað orð. Svo maður spyr ekki spurning á Google. Þeir fara að búa til mynd á næstunni bara Is Walt Disney Frozen? Heiti myndin það bara. Bara Is Walt Disney Frozen? Is Walt Disney Frozen? Bara myndum einhverja Is he still alive? Eitthvað, já, Is he still alive? Bara ný mynd. Já, ég veit, Is 9/11 Is 9/11 an inside job? Og það bara einhver strákur sem að kynnist gemuru. Já. Já, við ættum að láta reyna á þetta. Að vera bara allan daginn að googla bara Is Walt Disney behind 9/11? Og sjá bara hvort það kæmi mynd bara frá þeim bara Walt Disney 9/11. Bara einhvern strák sem að skrúpa einhverja svona, hvað heitir það, upp á þökunum hana? Hvað? Það var svolítið með svona kústón í... Stromp, já. Eitthvað svona þannig. Já. Heimilislausan gaur sem að... ég sé þetta fyrir mér. Ég líka. Þú sér fyrir þig mikið heimilislausan gaur. Is Walt Disney behind 9/11? 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 Talandi þetta Heldur þú að eigendur 10/11 hafi verið bak við 9/11? 10/11? 10/11 þó? Já. Já, það 7/11. Heldur að eigendur 10/11? Hvað eru bara, mættir bara á borðið í FB bara þar sem allir tala ensku og... Shut up. Shut up, man. Actually shut up. Actually shut up right now or I'm gonna put a spell on you. Okay? Já, það 7/11. Já, 7/11. Svo spilning hvort að Porsche hafa gert það líka. Porsche 9/11? Já. Það samt creepy. Eða hvort löggan sé bak við út eða þú hringir í 9/11. Það ángríns fólk sem að trúi því, sko. Mér er svo sturlað að fólk trúir ykkur svona bara út þetta gerðist, hvað, 11. september. 11. september. Ég er svo íslensku tíma. Já. Og það er sturlað sem gerðist 9. október. 9. november. Svo sorglegt. Já, 9.11. En já, mér er svo sturlað að fólk haldi að þú veist að eitthvað svona, já, við erum að bak við þetta, við ætlum ekki að segja neinum þannig, við gerum þetta bara á daginn sem að númerið okkar segir, eða skilur hvað við. Til að skilja þau skilabóð. Já. Já. Það er bara þannig, sko. Þú ert svo mikill fucking kongur. Þú ert fucking krút, sko. Það kom með nýjum lið. Já, við höfum aldrei pröfað hann. Ég er ekkert aðlega spenntur. Já. Hann heitir sem betur fer. En samt. Og það gengur basically út af það. Ég ætla, eða Huginn, hvort viltu vera jákvæður en neikvæður? Ég skal vera neikvæður í dag. Ég er neikvæður í dag. Ok. Það gengur út af það. Ég segi eitthvað jákvætt og Huginn snýrið í neikvætt. Já. Og ég reyna að snúa aftur í jákvætt. Hann segir sem betur fer eitthvað og ég kem á móti en samt var það glata. Já. Ok. Ef að pröfa það, já. Pröfa það bara. Ok. Býtu, nú ég þarf aðeins að hugsa með minna. Sko, eitthvað sem er mjög jákvætt. Sem betur fer er bóluefni að fara í gang. En samt eru margir sem deyja því. Þetta var mjög gott. Já, takk. En sem betur fer en sem betur fer er það mjög lág prósenta. En samt það er við viljum. En sem betur fer er framlínu fólkið okkar örugt. En samt í framlínunum.
En samt þarf það að vera í framlínu. En sem betur fer smitum fækkandi. En samt eru þau ennþá. Samt eru þau herra en 0. Já. En sem betur fer djöfellin. Ok, byrju, þau eru herra en 0. En sem betur fer eru gimmin að opna aftur. Ég var kannski að byrja upp á nýtt og taka eitthvað annað topika og þetta er svo dark. Nei, þetta er ekki það dark. Nei, mér finnst þetta ekkert eðlilega vel gert hjá þér, sko. Aha. Já. Ég var bara í vesinni með að finna eitthvað jákvæmt þarna, sko. Ok. Segðu þetta aftur. En sem betur fyrir að gimmin að opna, maður. En samt sem aður eru það bara hópatímar. Þetta er svo fucking fyndið. Ok, má ég vera neikvæður núna? Ok. Þú ræður hvort þú heldur áfram með sama topic. Ég ætla að byrja eitthvað nýtt. Ok, ég ætla þá ég ætla þá bara að tala aðeins í mækina með hann þangað til að þú fattar. Því hann er að klóra sér í augunum, þið getið séð þetta á YouTube og svona okkar. Wow, þessi tækni er svona svakaleg. Ég hef gert þetta í mörg ár. Það er eins og að spila píano og augnlokunum. Ég gert þetta í mörg ár. Ég mæli með að skoða þetta kæru hlustundur. Ok. Býtti, ég ætla að vera neikvæður, ég ætla að koma mér í gírinn. Það var nú ekki mikið til. Ok. Sem betur fer eru bíómyndir farnar að koma út aftur. Samt bara lélegar. Sem betur fer getur maður að fara í bíó núna. Samt með grímu. Sem betur fer James Bond myndin að koma núna 2015. Samt var Sean Connery fyrsti James Bond að deyja daginn. Já, segð það þurr. En samt var Sean Connery fyrsti James Bond að deyja daginn. Einu alvöru Bond. En sem betur fer átti hann gott líf. Samt ekki. Það er hann samt rasisti. Já, ég var að finna eitthvað jákvætt þarna. Ég veit ekkert hvort hann var rasisti. Nei, ég bótti þetta ekki. En sem betur fer það lygi. Gott að ég ætla bara samt ekki. Samt ekki. Já, en samt ekki. En samt, ég þarf bara að ljúga til að gera heiminn eitthvað áhugaverðan. En sem betur fer áttu heilbrigða fjölskyldu. Samt er ég ofþyngd. Já, en sem betur fer hefur það ekki stöðvað þinn feril. En ég má samt ekki spila. En sem betur fer það ekki út af ofþyngdinni. En ég er samt í meiri áhættu hóp út af COVID að því ég er ofþyngd. En sem betur fer hefur ekki lent í COVID. En það er samt búið að banna vinnuna mína út af COVID. En sem betur fer ertu í ofþyngd út af ofsakulda. Ha? Út af ofsakulda? Þess að þeir verður ekki eins kalt og öðrum. Bara þakka fyrir þessa þyngd. Já. En samt erfiðar að labba upp stiga. En sem betur fer stutt upp í íbúðinu. En samt engin lyfta. En sem betur fer áttu heimili. En samt bara fjölbýli. En sem betur fer líður þér vel þar. Já. Þú náðu mér hana. Þetta er gaman. Ef þú pröfa aftur, eða?
Ok, einu sinni. Já. Þú er á vondur eða... Já, ég skal vera vondur. Ok. Ok. Sem betur fer, byrjaði þetta ár vel tónlistarlega séð. Það fyrir fullt af góður tónlist að koma út núna. Já, en ég samt skilnaðarbarn. En þú átt samt mömmu og pappa sem elska þig. En samt elskaði ekki hvort annað út af ég skilnaðarbarn. En þú átt samt þú getur breytt hringnum og fundið þér konu svo elskar að eilífu. Og verið skilnaðarbarn að eilífu. Ég er samt skilnaðarbarn að eilífu. En sem betur fer þá tóku mamma þinn og pabbi ákvörðun að hætta saman þess að þau getur verið hamingjusöm í sitt hvoru lagi. En samt ég skilnaðarbarn, það hefur ekkert með mig að gera. En sem betur fer ert þú hamingjusamur og átt í góðu sambandi við bæði mömmu þína og pappa. En samt í sikkur lagi, því ég skilnaðarbarn. En sem betur fer getur þau mætt í sömu veislu á sama tíma og eru ekki fúl út í hvort annað. En samt með öðrum manneskjum en hvor öðru, út af ég skilnaðarbarn. En sem betur fer ertu mjög heppinn með stjúpforeldra. Já, en ég er samt skilnaðarbarn. Herru, hvað er planið á konginum? Herru, hvað er planið? Ég er að fara í session með Tarmater. Já, alveg fekk SMS í dag að maður geti ekki farið session með mér út af að maður að fara session með þér. Aha, Mikið að gera hjá. what a fucking dick. Nei. Voru þið bara að plana session í dag? Já, þið eru í hérna verkefni. Já, einmitt. Ónefndu verkefni sem má ekki tala um. Já, Og aðeins þeir vita um það. já, nákvæmlega. Ég fæ ekkert að vita. Viltu koma með okkur eða? Nei, Ok. Nei, ekki fucking séns. ekki fucking sense. Ég er bara að fara að gera það og svo er ég að fara heim og systir mín er vonandi að losna sóttkví í dag. Já, ekki. Þannig að, hérna, ég er búinn að vera að keyra... Tvíburðin? Já, ég er búinn að vera að keyra hún út um allt, maður. Því hún má ekki fara neins þar inn. Þannig að ég er búinn að vera að hoppa inn og keyra hún út um allt. Hæ? Nei, ég er að djóka. Ég var líka bara, hæ? Hvað er þetta að segja? Nei, Hvað er búin að lengi í sótkví? hún er búinn að vera bara í 5 daga. Hún fær svona tvöfalt, Já, eða þú veist, var skimið á landamærunum og hún var skimið í morgun. eins og mamma. Já, og fær út úr því í dag. Þannig að vonandi kemur hún bara í mat í kvöld. Eða sem sagt, kemur að chilla í kvöld og svo mat á morgun. Ég náttúrulega hélt að vera í bardagi um helgina, sko, þannig að ég var búinn að taka frá laugardaginn. Já. En svo er ekkert bardagi um helgina, þannig Við ætlum að taka hádeginu sunnudaginn. Yes. Ég veit ekki hvort við höfum að segja það, menn er eitthvað senda okkur til að bögga okkur. Aha. Senda okkur skilabóð bara. Okay, Nei, ef við gerum það þá bara, þú veist, ef einhver gerir það, ég hef engan húmor fyrir því, þá bara blokkaði manneskina, það er sama hver það er, sko. Við ætlum sérst ekki að horfa á bardagann um nóttina, Conor McGregor, við ætlum að vakna daginn eftir, hittast í hádeginu og horfa á hann, aðeins að kíkja í símana. Og ég er ekkert eðlilega spenntur. Ég er mjög spenntur líka. Hann orður á viðtölu, hann var að gera viðtölu í gær. Nei. Það var Media Day. Hvernig var hann? Var hann slagur, eða? Slagur og fucking geggjaðræði, sko. Aha. Já, hann er svo þykkur. Já. Hann er bara eins og ég, sko. Já. Hver er þessi gauð sem hann er að berjast við? Dustin Poirier. Dustin Poirier. Þeir hafa barist áður. Ok, hver var hann? Conor. Conor McGregor. Það var þegar hann var bara eiginlega nýkomin í hérna UFC. Og er hann svakalegur, Poirier, eða? Hann á að vera svakalegur en ég held að Conor sé svakalegri. Þannig að ef þú þyrftir að setja eitthvað pening á þetta, þá myndir þú setja á Conor? Já. Ok. Conor segir í viðtölunum að hann spáir að þessi búið innan við 60 sekundur. Aha. Já. Ég náttúrulega setti pening. Þetta er í öðrum þyngdaflokk, sko. Þeir börðust fyrst þegar þeir voru 26 og 25 í 145 punda. Nú er þetta í 155 punda. Ok. Hvaða vikt er það? Er það light heavyweight eða welterweight eða eitthvað? Það er middleweight. Middleweight. Nei, er það lightweight? Ég veit ekki. Hérna, já, ég náttúrulega, sko, síðast þegar að Khabib var að berjast, seinasta bardaga sinn, þá setti ég pening á það. Já. Ég setti pening á einhverja 4 bardaga þetta kvöld. Já. Af því að ég er ekki a gambling man. En ég setti ég veðjaði í fyrsta skipti þarna þegar Eurovision, eða íslenska Eurovision var. Lightweight, sorry. Já, ég veðjaði á Daði myndi vinna hérna heima, sem hann gerði, þannig að ég vann alveg einhvern pening. Hann var ekki favorite.
Þannig að ég vann einhvern pening og þessi peningur er bara búin að sitja inn á, þú veist, þessu betting appið þarna. Þannig að ég veðjaði á einhverjum 4 barða og ég tapaði öllum. Aha. Já. Þannig að ég á nokkrar evrur í viðbót af þessum pening. Það er smá erfitt að setja að betta á. Ég veðjaði bara alltaf á því underdog. Aha. Það er leiðiskur. Ég myndi setja á Conor, sko. Já. En mér líst bara vel á hann. Þetta er náttúrulega svolítið erfitt, þú veist, hann hefur ekki barist í ár. Og undan því voru 3 ára eitthvað. Já. En hann gjörsamlega rústaði. Já. Cowboy Cerrone. Já, okkar manni maður. Já. Og þú veist, hann er að spá 60 sekundum. Og mér finnst bara, þú veist, ok, hann tapaði hann á móti Khabib og í fyrsta bardaganum á móti Nate Diaz. En þú veist, á móti Khabib var hann bara að missa vitið, sko. Já, fannst mér, sko. Algjörlega. Og í hérna, og maður sá það bara í öllum presskonferens og eitthvað, hann var bara eins og bjáni. Já, hann var aldeilis týndur í, ekki bara sósunu, heldur duftinu, sko. Já, ég held og svo held ég hann hafi vannmetið, sko, hann fór allir upp í 170 pund gegn Nate, sem hann þurfti líka við bara að þingja sig til að fara upp í. Já. Og ég held hann hafi bara vannmetið hökuna á Nate Diaz og hversu mikla orku það tekur að reyna að finna sig gaur þar. Þannig að hann var bara búinn að því. Þannig að ég held, og eini barðan sem hann har átt í lightweight er á móti Eddie Alvarez, þar sem hann tók titilinn og gjörsamlega gekk frá mannunum, sko. Það var bara Ég er mjög spenntur fyrir þessu. easy peasy lemon squeeze. Aha, shit. Þannig að þú ert að vera í sesjón bara. Ég er að fara í sesjón bara, já. Og svo vonandi hitta systir mín á þér. Það var nú indælt. Já, ég held að vera bara mjög kósí, sko. Já. Planum helgina. Ég er að fara út á land með mömmu minn og systur minni. Er að fara að vera í svona húsi hjá Black Beach. Hjá Víki Mýrdal eða eitthvað og Jökulsárlón eitthvað. Mér minnir að mamma hafi sagt þetta. Ég man ekki veit ekki. Ég held þetta sé rétt hjá þér. Já. Og já, bara eitthvað slaka og slaka. En þú? Ég þarf að vinna aðeins í þessu verkefni. Já. Ég er ekki vanur að vinna helgar, en ég er neiðist til þess að gera það núna. Ég er náttúrulega, eins og þú veist, þá er sunnudagar heilagur hjá mér, sko. Já. Það er bara dagur sem að ég... Þú bara svarar ekki síman. Já, það er mjög sjaldan sem ég plana eitthvað. Ég hef alveg gert það. Já. En venjulega eru bara sunnudagar alveg off, sko. Bara ég geri ekki neitt. Ok, við fyrir mig alltaf í brönstu tengd og sundum. Já. Ég bara er heima hjá mér og ger ekki neitt og er ekki með neitt plan. Já. En þú veist, ég hef bara þannig gerð. Það er bara þannig, sko. Það er bara þannig, þetta gerir því. Heyrðu, ég er bara þakka kærlega fyrir. Sömuleiðis. Guð blessi þig. Guð blessi og afsök fyrirgefðu hvað ég var í vondurskapi fyrir þáttinn. Já, bara sömuleiðis. Já. Ég er í aldrei skoðu skapi núna. Já, ég líka. Og fer með það út í daginn. Ég er ekki að fara að ganga frá fjölskyldunum minni til Thailands. Nei, nema náttúrulega. Nema að ég fá ekki pönnupítsu. Já, nema hún fá ekki pönnupítsu. Njúna. Endilega tjekkja okkur á podcast appinu, Spotify og please tjekkja á YouTube-inu maður. Það er svakalegt intro og allt að gerast og við erum með einhverjar graphics og Instagram. Já, @félagsmiðstöðin. Félagsmiðstöðin. @félagsmiðstöðin. Með G. Já maður, bara takk kærlega fyrir okkur og Guð geymi ykkur. Guð geymi ykkur.